Komið sæl og til hamingju með daginn. Ég ætla að fjalla hér sníkjudýr hrossa á Íslandi. Það hefur lengi verið vitað að það væru sníkjudýr í hrossum hér á landi, ormar. Elsta heimild sem ég hef fundið frá árinu 1808, en þar lýsir Magnús Stephensen meðhöndlun gegn ormum. Á þessum árum þá var ýmsum undarlegum aðferðum lýst sem gagnast áttu meðhöndlun gegn ormum, svo sem eins og að gefa mysu og byssupúður leyst upp í smjöri, tóbakseyði og ýmsar aðrar hrossalækningar voru stundar á þessum árum. 1913 og 1958 eru fyrstu heimildir ormagreiningar í hrossum og þar eru nefndur hrossanjálgur, spóluormur og lítill dreiraormur. Og síðan hafa verið skrifaðar ýmsar almennar upplýsingar varðandi hrossaorma og leiðbeiningar varðir gegn þeim í gegnum tíðina. Þegar ég byrjaði að vinna hér á Keldum fyrir fáeinum árum síðan eða 4 áratugum, þá hafðu nánast engar rannsóknir verið gerðar á sníkjudýrum hrossa og það var nóg sem var hægt að rannsaka, þannig að ég hófst handa við rannsóknir á sníkjudýrum hrossa og hef svona verið viðlóðandi þær rannsóknir allar götur síðan, en stærsti hluti þessar rannsóknar fór fram svona mín fyrstu ár hér og fyrstu áratugina. Það helstu rannsóknir sem ég hef unnið á þessum árum hefur verið greininga á þeim tegundum sem að finnast hér og meðal annars með krufningum á folöldum og fullorðnum hrossum og rannsóknum á saursýnum úr fjölda rannsókna. Ég hef athugað árstíðabundna sveiflur í fjölda ormaheggja í saur í hópum hrossa og tegundagreiningar á þeim. Ýmsar athuganir hafa verið gerðar á áhrifum ormalyfja á fjölda ormaheggja í saur og tegundasamsetningu. Og síðan hef ég tekið þátt í ýmsum samvinnuverkefnum og kannski stærst þeirra yfirgripsmikil rannsókn sem var gerð á lúsasýkingum hér fyrir nokkrum árum síðan og virkni lyfja gegn lúsum. Þá hafa verið hér nemendur undir minni handleiðslu gegn tíðina nokkrir. 2 fyrstu verkefni þarna eru rannsóknir á áhrifum ormalyfja á fjölda ormaheggja í saur og tegundasamsetningu þeirra. Og fyrir rannsóknin tók til 2 aldurshópa af vetri til. Það mismunur á því hver áhrif ormalyfjagefa eru, hvort það er að vetri eða sumri. Á sumrin eru hrossin á sumarbeitinu og fá í sig stöðugt smit sem að seinni rannsóknin fjallar og þar var líka gerð rannsókn á ormasmitinu sjálfu á beitilandinu. Síðan eru nýlega rannsóknir þar sem að gerða athugun á ónæmi dreiraorma, þar sem að Martin nefndi hér og talaði mikið í sínum fyrirlestri. Það var skoðuð liðin femmetans og liðinmektin og síðan nýlokið rannsókn á tíðni hrossabandos og vefjaskemmdum af hans völdum. Ef ég vind mér þá í það hvaða tegundir sníkjudýra að finnast hér, þá hef ég greint og við sem hefur stöðað þessum rannsóknum 35 tegundir innri sníkjudýra alls. Þar eru 3 tegundir frumdýra með einfrumunga, en fyrirferðamestir í hrossunum eru þráormarnir og eins og má dæma fyrirlestur Martin að þá hrossin eru heilmikil svona ormagrifja. Það eru miklu fleiri tegundir af ormum í hrossum heldur en til dæmis í sauðfé og nautgripum. Það mikill munur þar á og yfirleitt eru þeir í mjög miklu magni. Ég hef greint 17 tegundir af litlu dreiraormunum og 8 tegundir af stóru dreiraormunum. Það alveg hugsanlegt að síður til þarna fleiri og leynist fleiri tegundir af litlu ormunum, en ég held ég hafi greint allar þekktar tegundir í heiminum af stóru dreiraormunum. Síðan finnast hér hárormur, hrossaspóluormur, hrossanjálgur, litli hrossanjálgur, þólaldaormur
og síðan jarðvegsormur sem ég fjalla örlítið hér á eftir. Síðan var það bandormurinn sem að Martin nefndi líka, og hann algengur hér, og eina ytra sníkjudýri sem þekktir hér hrossanaglúsin. Ef ég fjalla svona þessa hópa svona hvern af öðrum, þá byrja ég á frumdýrunum. Þar eru þetta 3 tegundir í hrossum hér. Það hnýsill sem heitir æmilega lögkarti, sem sára sjaldséður hér og almennt í heiminum, og hérna nú talin valda lítilli skaðsemi. Síðan kryptosporudium parvum sem gródýr sem í meltingavegi dýra og manna og sjúkdómsvaldandi. Giardia hefur greinst hér í folöldum í meltingavegi, en það mjög óljóst skaðsemi þessarar tegundar í hrossum. Af frumdýrunum það í rauninni bara kryptosporudium parvum sem hugsanlega sjúkdómsvaldur. Þetta eins og ég nefndi einfrumungur sem í meltingavegi, smitt verður munn með saurmengun, og í fólki og dýrum getur þetta valdið alveg sjúkdómi. Í rannsókn sem við gerðum hér fyrir allmörgum árum síðan kom í ljós að 50% af folöldu sem við skoðum voru með þetta sníkjudýr, og það eru þekkt 2 dauðsföll sem að öllum líkindum kryptosporudium var orsökað eða að minnsta kosti með orsök. Þá komum við á ormónum. Litlir dreyrarormar, ég greindi sem ég nefndi 17 tegundir þeirra. Þeir eru geysi algengir í öllum hrossum og öllum aldri. Það bara spurning hvað eru margar tegundir í hverju hrossi og hvað í miklu magni. Að þessum myndum, heilmikið safn af þessum ormum eru dæmigerðir litlir dreyrarormar. Þeir eru svona hálfur til 1,5 cm á stærð, og þetta eru þessi fullvöxnu ormarnir sem eru í meltingaveginum og valda þar ekki miklu tjóni, heldur það lirfustigin sem í slímhúðinni eins og Martin nefndi hérna sem valda tjóninu. Og það þessar lirfur sem í slímhúðinni sem valda sjúkdónum eða geta valdið sjúkdónum. Þroskunartíminn í hrossinu frá því að vera svona 5 vikur og upp í marga mánuði, jafnvel 1 eða 2 ár. Í krufningu sem ég gerði fyrir margt löngu, þá var meðalfjöldi, þetta var að hausti, þá voru meðalfjöldi þessara orma í folöldum 1000 ormar. Við vorum svona að byrja að koma fram, og enn kringum 100.000 í fullorðnu hrossunum sem ég skoðaði. Og hef ég tekið myndir af þessum litlu dreyrarormum, svona bara til að sýna svona hvernig þeir líta út þegar þeir eru komin í smásjá, og maður búinn að lýsa þá upp til að geta séð þá svona gegnsætt. Í framenda þessara orma ýmis einkenni svo hárakransar og lögun á munnholi og fleira sem notað til tegundagreininga, og þarna hægra megin afturendi þessa orms, kvendýr í þessu tilfelli, og það ýmis einkenni þar sem eru líka notuð til tegundagreininga. Og hér önnur tegund, aðeins öðruvísi útlits, og afturendin á kvendýrinu þarna dálítið mikið öðruvísi heldur en á hinum orminum. Til samanburðar þá hér, ég tekið mynd af afturenda á kalldýri, og það eru fíngerðir broddar sem að liggja aftur eftir dýrinu, og það sem ég hef kallað æxlunarblöðku eða búrsa á erlendum málum, ormurinn notað til að grípa utan um kvendýri í nök. Afslutum lífsferð þessara dreyrarorma, að þá mikilvægt að gera sér grein fyrir því að lífsferðin skiptist í rauninni 2 hluta, sníkju, lífið og síðan frítlifandi stigin sem eru á beitilandinu. Fullorðnu ormarnir lifa í meltingaveginum, kvendýrin gefa frá sér egg sem berst út á beitilandið, úr þeim klekjast lirfur, og þær vaxa á dafna og fara upp á svokallað 3. stig sem smithafa stigi, og þetta eru lirfur sem eru örsmáar, réttur millimetri á lengd og sjást ekki berum augum. Þær skríða út á grasið, hrossi étur þær ofan í sig. Það tekur nokkra vikur, til dæmis í íslendar aðstæður, frá því að eggið sem hefur klakist komið upp á 3. stig. Hrossi étur síðan þetta með grasinu og fær ofan í sig lirfurnar sem síðan taka við og þroskast í
í meltingarveginum. En varnaraðgerðir gegn þessum ormum beinast að því að rjúfa þennan feril með því að gefa ormalyf og stjórna beitinni með einhverjum hætti. Og stóru dreyrarormarnir, þar eru fyrirferðarmestir þessi svokölluðu eiginlegu dreyrarormar, Strongylis vulgaris sem að Martin talaði og skyldar tegundir. Þetta eru stórir ormar eins og sjáum á þessari mynd hér og eru í meltingarveginum en lirfurnar setjast að í ýmsum líffærum og fyrst og fremst í æðum í svokölluðu stóru garnahryggir, slaga þessum þær valda skemmdum og geta valdið sem sé bólgum, æðaskemmdum, blóðtappar myndast sem geta losnað, valdið garnadrepi eins og Martin nefndi áðan, hrossasautt og jafnvel dauða. Þessir ormar hafa miklu lengri lífsferil heldur en litlu dreyrarormarnir allt upp í heilt ár. Þannig að tíðni þeirra var mjög há þessara orma, ég hef nú ekki skoðað þetta nýverið hversu há tíðnin er nákvæmlega í dag og hérna er eitthvað skrítið hvernig klukkan gengur hérna. Í forvöldum sem voru skoðað þau voru ekki með háls og skömmur, þessi ormar voru ekki konið fram í meltingarveginu en þá voru á lirfustigi í líffærum og í fullorðnum hrossum er alltaf svolítið af þessum ormum en ekki í miklu magni. Og við höfum séð að æðaskemmdir strax í forvöldum bara við hálfsaldur. Hversu algengt þetta í dag veit ég ekki, þetta er reyndar nýleg mynd, þarna sést bólga í garnahengis slagaðinni og örmull af þessum ormalirfum sem eru að valda þessum breytingum og skemmdum. Þessar lirfur eru alveg sentimeters stórar og síðan leita þær reyna að komast í meltingarveginn tilbaka aftur eftir blóðrásinu og verða fullorðnir ormar þar. Og það hefur verið gerðar ýmsar athuganir á ormaeggjum í saur og hér er svona einföldu mynd af rannsókn sem ég gerði fyrir margt löngu. Það liggja mjög ítarleg gögn þetta baki og það voru gerðar tegundagreiningar, ég fer ekki út í það er gert með því að rækta lirfur á eggjunum og skoða þær og það voru að greina hvaða tegundir af dreyrarormum liggja þarna baki. Það er sem sé eykst ormaeggjafjöldin í saur mjög mikið yfir sumarið, þá dempa ormarnir út sem sé eggjunum á beitilandið því þá er hagstæðast veður fyrir lirfurnar þegar geta þroskað og náð smithæfu stigi. Þetta er sami hópur hrossa, þar var reyndar árið á undan og þá var gefið ormalyf að vori og þá fella ormaeggjamagnið í saur niður í ekki neitt, síðan rís það upp aftur en væri ekki líkt því eins háum hæðum eins og þarna hitt árið sem ekki lifa gefið. Og þetta þýðir það að það er miklu minna magn af ormaeggjum sem berst á beitilandi og lækkar smitmagnið. Ormasmit á beitilandi hefur verið skoðað, það var reyndar í annarri tilraun, þetta voru nemendur sem skoðuðu þetta í beitartilraun með hross þar sem hafði reyndar verið gefið ormalyf í byrjun sumars. Toppurinn í smitin á beitilandinu kemur yfirleitt á eftir toppnum í ormaeggjunum því að lirfurnar þurfa ákveðinn tíma til að þroskast. Og þarna er toppurinn í september, október og fellur síðan aftur þegar líður nær haustinu og þarna eru lirfurnar. Þetta er skoðað með því að það er tekin grassýni, lirfurnar eru einangraðar því og þetta sýnir sem sé fjölda lirfa í kílóa þurrvíkt grass. Við erum aðeins að nefna rannsókn Silju Edvardsdóttur sem gerði 2012 og var að athuga hvort það væri komið fram ónæmi gegn tveimur ormalyfjum, fembendasól og ivermectin. Helmingur hrossanna, hún var með 113 hross frá 5 bæjum, helmingur fekk fembendasól þykniðmun og hinn helmingur ivermectin þykniðmun, ormaegg talin fyrir og eftir að gerð þessi fecal egg count reduction test og í örstustu máli þá voru niðurstöðuna þær að það kom fram mjög útbreitt ónæmi lítillega dreyrarorma gegn fembendasóllyfinu en ekkert gegn ivermectin-lyfinu. Og maður kannski nefna það að ég tók þannig dæmi rannsókn á árangri ormælisgjafar með lyfi sem var skylt fembendasól en í þessum nemendarannsóknum hafa verið gerðar rannsóknir á ivermectin
bæði að vetri og sumri, en ég gef mér nú ekki tíma til að fara í þær niðurstöður. En þá, sérstaklega þegar það var gefið að vetrinum, að þá komu engin ormaegg fram í sauð fyrir eftir 11-12 vikur þegar best lét. En á þeim tíma þá var lítið farið að spá í ónæmið, þó þá nú farið að koma fram erlendis á þeim tíma. Nú hrossamjálkurinn, hann mjög algengur. Þetta eru stórir ormar sem að lifa í botnlangaristli og endakvörn og valda þessum kláða af endaþarm, og tíðnin mjög há í folöldum og trippum, og ennfremur fjórðastislirfum sem að hafa öflugan bitmun og býta sig fasta í slímhúðuna og geta hugsanlega valdið einhverjum skemmdum þannig. Nú það til tegund sem að ég hef kallað litla hrossanljálk, sem að er örsmár ormur sem að fjölga sér inn í meltingaveginum, að fæðir lifandi afkvæmi, víviparur sem nafnið bendir til, og hann finnst í öllum hrossum algjörlega skaðlaus, meira svona eins og kombensal í hrossunum, en í milljónavís. Nú hrossaspóluormurinn, þið eru búin að heyra Martin tala svolítið hann, það stærsti ormurinn sem finnst í hrossum og fyrst og fremst í folöldum og trippum reyndar líka, heldur sig í mjógurninni og getur stíplað hana og valdið ýmsum einkennum, og lirfurnar hafa þennan lifrar, lungna, feril og geta valdið skemmdum í þeim líffærum. Og þessi ormur þessi geysi algengur hér, og ekkert folöldsennilega sem sleppur við að fá þessa orma í sig. Íslandsmetið eru 677 ormar sem að starfsmaður hér á Keldum taldi samviskusamlega í folöldi sem að drafst í rekstri, og sýndi hvað þetta getur verið geysilega mikið magn af þessum ormum. Nú til gamans, já, nú þetta ekki virka. Ég var búin að downloada litlu vídeói, en það nú kannski á desktopinu. Þú prófa að keyra það á desktopinu? Já, að prófa það. Býta aðeins, það sláði aðeins niður. Nú víst hvort það virkar, sko. Já, jú. Núna við. Bara þetta kemur, já. Þetta kemur ekki frá þarna við þetta. Já, við verðum bara að sleppa þessu. Ég ætla að sýna mynd af lifandi spóluormum sem að við vorum að vinna með. Ég var að vinna í samvinnu við erlenda sérfræðinga, og þarna við að baða ormana upp úr ormalífum, og tilgangurinn að athuga hvaða gen það eru sem að taka þátt í myndun ónæmis hjá þessum ormum, og þetta eru Svíar sem eru að vinna þessum rannsóknum. Folaldormur, það lítill ormur sem í mjógörn, og að folöldi smitast með móðurmjólkinni, lirfurnar í móðurmjólkinni, en geta einnig komið úr jarðvegi. Nú almennt talið að valdi nú ekki mjög miklum einkennum þessu ormur, en getur valdi niðurgangi, uppþornun og fleiri einkennum. Nú það hafa ekki verið gerðar miklar rannsóknir á þessum ormum hér, en allt beinir til að hann sé algengur, og við sáum mikið af þessum ormi í rannsókn sem nýlokið á folandadauða hér, og tíðnin virðist vera mjög há, og mikið af þessum ormum, ef þeir eru annað borð til staðar. Ormurinn, folöldin mynda ónæmi fljótt gegn þessum ormi, og hann horfinn í þeim í svona 5-6 mánaða aldur. Það getur verið mjög mikið af þessum ormum. Þetta eru orman úr göddfolalds, og hér síðan smásarmynd af þessum ormum, kvendýr sem fullt af eggjum og glitta í eggin þarna inn í dýrinu. Og svo ætlum ég aðeins að minnast á jarðvegsþráðorm sem ekki eiginlegt sníkjudýr, heldur ormur sem í jarðvegi örsmár. Jarðvegir urmull af mörgum tegundum þráðorma, það eru hundruðir eða þúsundir. Einhverju þetta vegna tekur þessi ormur upp á því ef hann kemst inn sár af fólki eða hrossum, og jafnvel eru þekkt tilfelli í öðrum dýrum. Hann fer í mörg líffæri, meðal hans í heila, og fjölga sér þar, bara eins og hann sé að fjölga sér í jarðveginum, og fjölga sér þarna hömlulaust, og það verður mikið magn af ormunum, og þetta eru alltaf banvænar sýkingar. Það er aðeins teknum 60 tilfelli í heiminum öllum, og þar höfum við greint 2 tilfelli hér,
og þarna eru myndir af ormum sem við Voru barnaðar stöfrið í hrossum? í hrossum, já. Ég læt mannasjúkdómana vera sinni. Nú þetta voru í báðum tilfellum stóðhestar. Annað tilfelli var frá 2006 og hitt 2010 og báðir voru með einkenni frá miðtaugakerfi og mistu jafnvægisskyn og ýmis önnur einkenni sem komið fram og urðu fárveikir og það var ekki annað að gera en að aflifa þessa hesta. Þeir voru krufðir hér á keldum og þá komum ljós að það var mikið af þessum ormum í heila og reyndar í öðrum líffærum og við höfum greint frá þessum rannsóknum í vísindagrein í veterinary parasitology. Nú hér er vefjasneið úr öðru þessu hrossi sem að sýnir vefjabreytingar og pílurnar þarna að vísa á ormana sem eru þarna á víð og dreif í heilanum. Nú síðasta ormategundin sem ég fjalla hvað er ég komin með langan tíma. Er ég búin að tala hvað lengi? Ha? Já, ok. Hrossabandormurinn, hann er algengur í hrossum og folöldum og Martin kom aðeins inn og hann veldur vefjaskemmdum í ristilokunni og hugsanlega hrossasótt. Hann er sem sé mjög algengur hér, það sést bandormurinn til að losna við hann situr gjarnan við þessa ristiloku sem eru á mótum mjókarnar og ristils og er í tölvunum magnet gjarnan. Það er nýloki rannsókn á þessum ormi sem að systurnar Auður og Ingur Hreinsdættur gerðu hér 2016 og þar krufðu 104 hross, 64% voru með bandormana. Það er tiltölulega há tíðni með önnur lönd. Vefjabreytingar í ristiloku voru allt frá yfir að vægar upp með mjög svæsnar og það var sterkt samband á milli vefjabreytinga og fjölda orma. Og hér er mynd til vinstri af heilbrigðri ristiloku og aftur til hægri af ristiloku sem er með mikilli bólgu og slímhúð í slímhúð og þykkt lafa bólguseyti á yfirborði. Nú samantekt, hér á landi finnast allar helstu ormategundir sem finnst í hrossum í nágrannalöndum og Norður-Ameríku. Dreyrormar teljast til mikilvægastu sníkjudorma í hrossum öllum aldri, varnaraðgerðir einkum gegn þeim. Að auki eru þráantegundir og frumdir sem herja sérstaklega á folöld og geta hugsanlega haft áhrif á þeirra heilbrigði. Þá ætla ég hérna aðeins um hrossalaglusina sem er eina eitrasníkjudýri sem hér finnst. Nú, hún étur húðvessa og dauðar húðfrumur, getur valdið kláða vanlegan og húðskemmdum, hárlausir blettir myndast eða hrossin verða skátu eins og kallað er og það var ekki fyrr en árið 2002 sem að voru gerðar ítarlegar rannsóknar þessar lús. Nú reyndar ekkert mikið fyrir rannsóknar erlendis heldur. Nú við gerum forkönnu þar sem voru aðtuð áhrif lífana foxin sem er eins konar baðlyf og imidacloprid gegn lúsin. Ég ætla ekki að fjalla mikið þessar rannsókn hér en niðurstaðan var að bæði lyfin voru mjög áhrifarík til hérna útrýmingar af lúsin. Síðan hófst árið 2004 yfirgripsmikil rannsókn og þar voru skoðuð 93 hross í húsum þar sem var sterkur grunur lúsasýkingar. Það voru taldar lýs á fyrirfram ákveðnum svæðum, klínisk einkenni voru skráð, lyfjatilraun var gerð með imidacloprid og öll hrossin voru mynduð í bak og fyrir. Nú þetta eru þau svæði sem við kenndum á hrossunum og mátum klínisk einkenni. Það eru 7 svæði sem voru skoðuð, það voru alltaf skoðuð bara önnur hliðin í einu. Það voru meginsensi á hrossinu. Nú niðurstöður voru þær að 38 hross af þessum voru með naglús og lýsnar fundist á öllum skrokknum. Klínisk einkenni sáust á 73% hrossana, hárlausar skellur, hreisturinn og hrúður var það helsta sem kom fram. Fjöldin aðeins, þetta er heildarfjöldi sem fannst á þessum hrossum. Það voru rúmlega 1200 lýs og mest 402 lýs á einu hrossi. 23 voru með 1-9, 10 voru með 10-50 lýs samanlagt og 5 hross með yfir 100 lýs. Nú dreifing lúsanna á hrossunum er eins og hér er sýnt, þetta er heildarfjöldi lúsanna sem fundist á öllum hrossunum. Það var mest á baki og lend, mest á undir faxi, síðan á hálsi og færri lýs á hinum svæðunum. Nú tíðinni hrossa með lýs, það voru sem sé 71% hrossanna voru með lýs undir faxi, 53% bak á lend, 62% á hálsi
og minna á hinum svæðunum. Nú, þau hross sem að voru greindust raunverulega með lýs, 84% þeirra sýndu klínísk einkenni, en hrossin sem að voru ekki með lús eða fundust ekki lýs á hafa hugsanlega verið með litla lúsasýki eða verið laus við hana þegar rannsóknin var gerð, sýndu einnig einkenni. Nú, það var ekkert samhengi á milli einkenna og fjölda lúsa og jafnvel hrossin sem var með flesta lýsnar sýndi einkenni. Síðan var gerð líftilraun á þessum sömu hrossum, þeim var skipt í 2 hópa og gefnir mismunandi skammtar af imidacloprid lífinu, 2,4 mm og 4,4 mm og þetta fór þannig fram að lífinu var dreift á hrossin. Ég hoppaði nú yfir þessa glæri hér, þetta lífi sem var notað. Það að nýliðum flokki skordýralyfja, mjög einfalt í notkun, það bara dreift dropum á húðina og lyfið dreifir síðan með yfirborðsfitu yfir allan skrokkin. Það skráð gegn óværu hundum og köttum erlendis og hafði ekki verið reynt á hrossum áður og ég þykist nú vita að það hafi verið vandamál hér á landi mjög lengi að það vantar góð lyf gegn lús og ég skil nú ekki alveg að hverju það ekki verið, ég held að þetta lyf sé ekki á markanum hér, það hafi ekki verið flutt inn einhver svona öflug lyf, já, ok. Árangurinn á þessu var metin sem sé 2, 14, 28 og 56 dögum eftir meðhöndlun og endurtekinn þarna á 28. degi. Nú í örstuttu máli þá kom þetta mjög vel út og sérstaklega stærri skammturinn sem var gefinn. Þessi heildarfjöldi lúsa á öllum hrossunum var komin í 7 strax eftir 2 daga, sem sé lýstar þar bara hreinlega hrund af hrossunum eða voru steindauðar á hrossunum þegar við skoðum strax á öðrum degi og síðan var þetta alveg horfið í lokin. Nú einkenni á hrossunum hefur minnkað í loktilraunar. Hér hross sem að var áður en að lífeggjöf fór fram og sama hross eftir 56 daga. Nú samanteks laglýs finnast í mestum magni undir faxi, hálsi og baki og lend. Tilvist dæmigerðra einkenna lúsasýkinga eru óháð fjölda lúsa, skátun á haus, þessi hárlausi blettir á haus og undir faxi eru sterk vísbending tilvist lúsa og lyfið imidacloprid lyf er mjög áhrifaríkt til útrýmingar lúsa. Að lokum vil ég þakka samstarfsfólki í gegnum tíðina og örstutt hér það er greinar sem hafa verið skrifaðar sníkjudýr í íslensku hrossum bæði í innlendum og erlendum ritum. Takk fyrir. Tíma fyrir eina að það spurningar til Matthías og Vili. Já, ég veit það ekki, ég hef nú reyndar enga sönnum séð fyrir því að það virki á hann. Það virkar á blóðsíðandi lýs og ég hef nú séð hross sem að var meðhöndlað með yfirmikti og það var viku eftir meðferð þá var það skríðandi í lús. Já, það var nú engar rannsóknir verið gerðast, ég svo sem hef ekki skýring á því en það er nú það sem ég get sagt það. Gunnar. Er þetta ekki ábyggilega mettun og útflumum að lyfinu sem það er verið að naga? Jó, það er trúlegt. Til lengri tíma þá virkar það ekki. En ekki lúsavandamál, ég heyrði nú bara einhvern tala hérna það áðan að það var reyndar Martin að tala hann sá mikla lúsasýkingar hér í gær hrossum og það var eigandinn var í vandræðum með hvernig þetta losna við lýsnar en er það ekki rétt að vanti að sé ekki mjög öflugt og þægilegt lyf á markanum hér? Það er mjög öflugt og gott lyf á markanum. Já. Árni. Já, bara ég er aðeins að þetta verður hryggsportið farm. Nú er þetta náttúrulega sögursláttur í mönnum og er þetta allt saman sama í spendýrum? Nú er þetta til með þessi fisk, er búið að kanna það eitthvað hvort þetta er allt saman
meira að minna það sama í spendýr. Já, nei, þetta er ekki sama. Hér fyrir 3 áratugum þá var bara að tala um þetta að vera í kryddasúpu. Parfum nú búið að splitta þessu upp í ótal tegundir og mikið afbrigði innan tegunda, þannig að sumar fara á milli hýsla tegunda og varar síður. Síðasta spurningin. Ég ætla að fá að spyrja hérna, þú segir að þið svona greindar margar mismunandi tegundir af dreifármum, það er líka stórum. Hefur þetta, það er bara praktíska þýðingu, er þetta mismunandi sjúkdómsvaldandi, er einhver mismunur á resistens eða þekkt einhver svona, skiptir einhverja máli hvort það eru margar að fáa tegundir svona? Í hverju hrossi þá, eða bara yfir höfuð í stofninum, ha? Já, í stofninum eða? Já, ég held að það skiptir máli hvað eru þetta margar tegundir. Þetta eru reyndar tegundir sem eru algengastar erlendis, en líka nokkra tegundir sem eru sjaldgæfar. Og það eru 2-3 tegundir sem eru langmestu magni og eru helmingurinn eða meira af öllum ormánum sem eru í hrossinu. Það eru bara kannski 2 tegundir eða 3. Og það eru nú kannski mikilvægastu tegundir þar. Takk og Matthías í kærlega fyrir það. Næstur á mælendaskrá er Karl Skírnisson sem talar hunda og katta sníkjudýr á Íslandi.